WebSockets og WebSockets staðallinn leið sem leyfir okkur að eiga í duplex samskiptum á milli clients og servers. En það þá þannig að við opnum WebSocket á milli clients og serversins og eigum í samskiptum þar á milli. Þannig að þetta leysir og leyfir okkur að gera forrit, búið til forrit, þar sem við erum í raun ekki að framkvæma eitt request og síðan bíðum eftir því að clientinn framkvæma eitthvað annað request. Heldur opnum við þarna á milli bara opin samskipti þar sem að bæði client getur talað við server og server getur talað við client og við getum þá búið til í rauntíma forrit. Og þau getur verið opin í lengri tíma. Og þarna notum við þá WAF-S fyrir óöruggar tengingar í port 80 sjálfgefið og WAF-SS fyrir öruggar tengingar með port 443 sjálfgefið. En þetta eru sömu port og HTTP virkar á. Þannig að WAF-S sambærilegt við HTTP og WAF-SS fyrir HTTPS. Áður en þessi staðall varð útbreiddur var HTTP oft misnotað til þess að ná fram svona virkni. Annarkvort með því að bara hreinlega loka ekki HTTP-tengingunni þannig að hún var opin í lengri tíma eða að framkvæma ítrekað einhverjar athuganir til þess að athuga hvort einhver breyting á sér stað. Og þá var það long polling hérna þetta eða þá polling þegar við erum að gera allar þessar breytingar, athuga breytingur. En WebSockets vel stutt í vörum í dag og við getum notað til þess að búa til og við getum notað WAF-S npm pakkan til þess að búa til WebSockets server í forritunum okkar. En við búum þá til WebSocket þjón sem tekur við tengingum og við getum tengt þann WebSocket þjón við Express þjón. Þannig við erum að búa til Express og WebSocket þjón sem þá bæði HTTP og WebSocket þjón í einu. Við skilgreinum á hvaða portið þetta clientinn tengist við og við heldur þá sambandi og við sendum skilaboð á milli og við getum ráðið hvert form það það getur verið bara strengir eða stringified JSON. Þetta allt event drifið bæði á server og client þannig að við þurfum að setja upp einhverja ákveðna eventa með WAF-S pakkanum þá þetta WAF-S eitthvað on, það segir on, connected, on eitthvað og í client í Vavra þá notum við add event listener til að bæta þessu við. Við getum síðan á servernum nálgast alla clienta og send broadcast skilaboð á þá alla. Þá fáum við hér útfærslu á WebSocket server þar sem að við erum með ótengdan Express server hérna og segjum við einhvern server hérna, við gefum upp hvaða port hann á að svara á. Við segjum síðan on connection, þannig að þegar það verður opnuð á hann WebSocket tenging þá fáum við tilbaka vísun í WebSocketið. Við getum sendt gögn, við getum fengið gögn frá klientinum og við getum sendt gögn á klientin og síðan getum við fundið alla klienta sem hafa tengst í gegnum hérna server og sendt þeim einhver skilaboð. Síðan á klientinum að þá búum við til WebSocket sem að tengist á við á slóðina sem að við skilgrindum. Við segjum síðan add event listener til þess að open eventin sem gerist þá þegar búið að opna WebSocketið og þá getum við sendt gögn á serverinn og síðan getum við tekið við gögnum með því að setja add event listener á message þar sem við fáum tilbaka einhver message event og við getum gert og brugðist við honum.